Þetta í huga að taka hjónaskilnað upp í kostnað á fyrirtækinu hjá þér? Ef maður með eitthvað vel spiltan bókara þá myndi maður hugsa það en ég held að það var reynda frétt sko já. Hækkaði launin sín og lét fyrirtæki borga fyrir skilnaðin Já, ég sá það Það er nú margt sem að menn setja upp í kostnað en hjónaskilnaður er nú sennilega ekki eitt af því sko allavega ekkert sem ég hef séð áður sko Nei, það er allt þessi hluti af hérna já, þetta hluti af þjónustu lögfræðingsins að sjá þetta Ég veit ekki Herri, en það er Pingjan sem helsar þannig að föstudaginn Já Við erum búið öskju núna, Yngvi Já og Number one mest seldi 2023 af þeim sem voru að koma þarna inn sem auðvitað gríðarlega góður árangur og við erum hann í slagtogi með Aron í Kann og fleiri góðum við erum áhrifavaldar Það eru margir sem leggjast í beddan á kvöldin hallar sér á frúnni hallar sér út í glugga og sjá smartinn í staðinu og hugsa ég er í sæng með sigurvegara Ég fór í sæng með sigurvegara Smartinn er númer 1 Nýlið ársins 2023 Mest seldur á haustmánuðum Flest seldir bílar af nýrri tegund á Íslandi Sami Smart Hann er nánast unreachable en hann ringið tilbaka Unplayable Það er hægt að fara upp í ösku fá að prófa sjá Smartinn í ljósaskiptunum kallarnir yngi upp Það er líka að gerast núna að svona viðskiptarskvísur þær eru farnar yngi upp Já Varstu búin að heyra þetta? Já, eitthvað lítið Það er hérna einhver staður út á Nesi er hægt að rúlla og sitja ananas í gluggan á Smartinum Það er bara alls konar áreiti sem á sér stað út á því Er það alveg að þrælvirka það? Já, og það veit enginn er það Smartin eða ananasin Nei, emitt Eina sem við vitum er bara velmögun Ég myndi skjóta Smartin, sko Já Sami, hann er að selja þetta eins og kongur Við þakkum öskju kella fyrir og farið í Guðanabænum og kíkja á Smartin Nú óttast ég eitt að ég hafi sest á einhverja náli einhvern fjandan sko. Ég er nú með einhvern sadomaso í mér en ég er skítrættur, ég misti eitthvað hérna í sæti Settist hún á teknibólu? Já, það er eitthvað svoleiðis Langt sem maður gert það Herðu, þú heldur nú að einni þannig Já, ég misti hitt svona stykki Herðu, Payday líka Þegar ég byrja að æpa þá er það út af því að þetta er svona stingast í mig Payday fyrir núna stýttast upp í 4600 Það verður fróðlegt að fylgjast með gangi mála þar Já Hversu fljótt þetta verður upp í 5000? Nýtt ár, nýtt kerfi Já, nýtt ár, nýtt kerfi Og það er Payday þetta í rauninni bara einu möguleikin eins og staðan er núna fyrir mér Já, á ég að senda á Bjössa Þegar ég náðu 5000 þá er sjampo á viðkomandi Já, ekki spurning Heyrðu, þetta bara, þú veist, besta Nei, ég ætla að koma betra Fyrsti bókarinn til þess að ná segjum 100 reikningum Skilur, bókari er kannski bóka fyrir marga Fyrsti bókarinn í gegnum Payday sem er 100 fyrirtækjum sem hann er að bóka fyrir Hann fæ kampaðinn Já, ok, ég veit ekki Senda á Bjössa Hann hlýtur að sjá þetta Annars skal ég baktryggja kampaðinn á viðskiptavinn nummer 5000 Þannig að þið vitið það, bókarar skráðu ykkur í Payday erum með 100 fyrirtæki Champagne on the line Champagne Herðu, þakkum Payday kella fyrir og ef þú vilt bara betri yfirsýn og bara sko spara tíman þetta er ómældur tími sem að getur farið í þetta og þá er eins gott að hafa gott bókalskerfi og þá velur við Payday Herðu, sko Expectus núna er unnu samstarf með okkur Já, við aðeins, ég er að skrifa til Bjössa, taktu Expectus línuna Benedikt er búin að vera mjög sáttur Það ekki? Jú, hann bentir reyndar að það sko þegar við vorum að auglýsa námskeiðin hjá hann síðast þá var það á deginu sem þeir unnu út en þau eru að vinna í það bæta við fleiri þannig að það koma inn fleiri námskeið væntanlegt 2023 en ég mæli bara með að skrá mig Já, Expectus er staðurinn ef þú ert í einhvers konar stafrænni umbreytingu þá bara er Expectus fyrsti staðurinn til að leita til Þau eru náttúrulega sko búin að margsanna sig með þessi mælaborð líka sko sem að, kannski fólk áttar sig ekkert á því sko hver er að búa til hvaða mælaborð sko en Expectus er búið að vera alveg djúpt í þessu sko og eiginlega bara lígilega gott voru með fyrir handboltamót, ég held að það hafi verið EM síðasta 2002 Já Við erum með mjög gott svona mælaborð í kringu það en erum með allan fjandann sko áfengiskaup núna og
hérna SAF, hérna, hvað heitir þetta? SAF, samtök ferðaþjónustu. Já, Skapti. Þau verða kannski með mælaborð fyrir næsta EM, stilla væntingum í hóf. Já, það var skemmtilegt. Bara svona smá. Ertu ekki með eitthvað handboltateik eða? Þú ert ekkert búin að vera gíraður og í fyrra? Nei, það ekkert að gerast í betónum? Nei, þetta er leiðilegt mót hvað það var sko. Já, í betónum? Þau eru með hérna hagkvæmasti jólabjónu, þau tóku það fyrir að það er geðveitt dæmi sko. Þetta er alveg stórkostlegt. En nei, já, þökkum Expectus fyrir samstarfi. Nei, EM er ekki að ganga alveg sem skildi, ekki í betónum og hérna ekki í bara í gengi liðsins sko. Þetta var nú alveg hryllingur að horfa á móti Ungverjum sko. Já. Ferlega andlausir einhvern veginn sko. Það er líka bara, þetta er að smita inn á markaðinn. Það er bara volaði sko. Maður sér þetta Kitta á Kjeldinu sagði með það, bara leið og Ungverjaland tapaði. Já, maður sér þetta á Kjeldunni, þetta smitar oft út frá sér, en enga síður Kjeldan líklega besti staðurinn til að vera á ef þú vilt vera undirbúin fyrir þessa þætti, vera búin að lesa fréttir og annað. Fréttaleitin er í heimsklassa. Sömuleiðis eru þau komið með nánast yfirlit yfir allt bara á markanum sem hægt er að ímynda sér. Það eru sjóðirnir, það er gjaldirinn, það er rafmyntirnar og sjálfsögðu verðmöttin líka. Þannig að við viljum þakka þeim að sjálfsögðu kella fyrir mikilvægur innviður í okkar starfsemi. Já. Gríðarlega mikilvægur innviður og já, er það ekki bara, þú veist, var eitthvað fleira? Jó, líka bara fólk segir svona? Jó, bara fljótt að gleyma. Hefur farið í 12 nýlega þar sem að þú ert ekki með aðgang að keldu áskriftinni og reynt að leita að ásækning? Þú veist, ég hef gert það, ég dett stundum útskilur bara eins og eðlilegt er. Já, maður þarf að fara í gegnum rsk.is sem er bara með hverjum datt í huga búið þá síðu til. Hræðir. Ég passa að vera með áskriftakeldunni á öllum mínum raftækjum. Ég er sama. Það er svo örbylgjófnin komin inn í þetta. Herðu, fréttir, gúrkutíð, ég veit það ekki, nei, sennilega ekki, það er nú nóga fréttum sko. Svona merkilegasta frétt vikunar, sko, merkilegasta og ekki, þú veist, fyrir menn sem eru svona að spá í bréfunum að þá þykir þetta náttúrulega merkilegt en hérna, bara síðasta föstudag þá vorum við náttúrulega búin að taka upp, þú veist, þá kom út föstudagskaffi, en það sem gerist þar er að Microsoft tók fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims, sem sett í markaðsvirði. Já, ég ætlaði að vera með erlenda fréttir og nefna þetta. Já, það? Já. Þetta er í rauninni, þetta er alveg lýgilegt. Já. Hérna, companies Hefurðu market cap. Heilt Microsoft gæjan tala? Hérna, hvað heitir hann? Satella eða eitthvað? Satanella? Nei. Það er hæsta brainpower sem hægt er að hlusta á. Hann er helvíti segur sko. Ég verð að viðurkenna, maður var dálítið búin að afskrifa Microsoft sko, en svo eru þeir að Satya Nadella og hann kom í einhver hlaðvörp í kringum hérna OpenAI fíaskoið. Og þeir eru að sko ræta þá bylgju alveg vel sko. Já. Og þeir eru með svona aukið hugbúnaðar frambóð hérna þau eru að samþætta þessa tækni OpenAI. Já, bara inn í allan hugbúnað. Já, inn í allan hugbúnaðin sko, þannig að hérna þetta er það sem er að valda þessari hækkun, að menn eru bjartsýnir fyrir þessu, en sko Apple er í öðru sæti enn sem stendur og þau náttúrulega Apple og Microsoft bera höfðu að herðar yfir í rauninni þriða sæti sem er Saudi Aramco. Já. Og svo kemur Google þarna í fjórða sæti Alphabet segi. Já. Amazon í 5. Nvidia, það er náttúrulega búið að vera bila hástökk í gangi þar sko. Já. Þau eru komin í 7. Þetta er ég er gaman að því að fylgjast með listi. Hvað er Berkshire, mínu menn? Er í 8. Já. Meta kemur hérna í 7. Er búið að vera eitthvað dropp eftir að Wengerinn? Mangarinn? Já, það er búið að vera, þú segir það. Já. Það eru kauptækifæri. Já, í dauða. Eins manns dauði er annars manns brauð, sagði það ekki einhver? Nei, ég minna bara ekki afskrifa Berkshire þótt á Mangarinn sem fallið. Nei. Buffet er ennþá í stýrið. Já, ég segi það. En hérna, stórmerkilega frétt enga síður. Nú, hérna, ég sá gamli kollega þínir hjá Alfreð voru að gefa út appið Giggo. Fuck, ég ætlaði með að segja, ég var búin að lofa að gefa þeim sjátt í síðustu viku, því ég er búin að nota. Já. Ég nefnilega skráði mig sko í Húbla sem er í rauninni sama
Já, það meira að leita sérfræðingum held ég. Þú ert að vera vettaður sérfræðingur held ég til að komast þar inn. Já, ok, þetta er meira bara svona, ég get sett inn auglýsingu bara... Sko, ég setti inn... Fyrir bara lagasmíð. Basically. Hvernig var þetta í Húbla? Skráður þið sem sérfræðing? Ég var að skrá mig sem sko fyrirtæki, að þú veist, að ég leit af, ég leit af giggara, fattar þú? Já, að gera hvað? Það er bara, þú veist eitthvað, ég var bara að testa þetta. Giggo eða Húbla? Húbla. Já. Ég á eftir að tjekka Giggo. Giggo er snilt. Ég nota Upwork óspart og Fiverr. Já, hef gert það í gegnum tíðina, gátt spili í gegnum Upwork, hönnuð, jari. Það er eitt sem ég hef aldrei getað leyst með þessum síðum og það er að ástæðan fyrir að við erum í podcasti og því að maður er bara ekki nógu góður að skrifa. Og ég get dælt út efni en það þarf alltaf einhver að lesa það yfir. Og ég er búin að vera vandræðið með þetta í mörg ár. Giggo fyrir loftið. Ég fer hann inn, posta eftir prófarkalesara á year in review sem ég ger alltaf í gegnum kompani sem að þú mást eftir. Farið yfir stöðu sjávarútvegi undanfarið ár. Það er gæi sem hefur samband á innan við 10 mínútum. Við semjum verð og hann las yfir og ég borgaði bara, hann sendi mér reikning. Þetta gerist alltaf innan við 3 tímum. Já, það er svoleiðis. Giggo.is og þetta er sönn saga. Þannig að þarna er ég loksins komið íslenskan prófarkalesara sem getur lesið eftir með delluna. Já, hvað var prísin á sig? Það er eitthvað sem þú vilt tala um með það? Já, það var 10 pluss vask. Já, 10 pluss vask. Yfirlestur. Fyrir ekki tíma vinnu? Nei, þetta var á innan við 3 tímum er ég búin að senda. Hann sendir, ég kemst ekki í þetta alveg strax en senda á það eftir og svo fekk ég bara wordskjal með hvað heitir þetta, comments og review. Og hvernig er þetta, þú veist, það er vantilega samið fyrirfram? Já, sko, ég veit reyndar, ég sendi það líka strax á Dóra hjá Alfreð að það hefði verið betra að næsti skrefur í þú ert að klára þetta, þá er ákveðið með verð. En ég sagði bara, Don, fara stað. Svo sagði ég strax eftir, býtu hvað rukkar þau? Út af því að ég var búin að gefa hann leyfa að fara stað á hann í vissi og hann sagði bara 10 pluss vask á tíman og ég sagði, já, hljóma vel og svo sagði hann bara en það er greinlega hægt að fá allan fjandann. Þú fer bara inn ef vantar pípara og getur postað þarna og pípari hefur samband. Þið bara sjallið út. Þetta er mjög þægilegt, ég mæli með þessu. Giggo, alls konar verkefni og prófarkalestur. Skemmtilegt. Svo er líka tækifæri þessu í, hvað erum við, 6-7-8% verðbólgu að ef þú hefur auka tíma í eitthvað tengt þinn eigin ástríðu skráðu það inni og verð að vakta verkefnin. Það er pottit ekki komið samkeppni mjög mikið af þessu núna. Þannig að þið vantar auka verkefni að lesa yfir, skrifa texta. Er ratingsystem þarna? Já, ég gaf hann 5 af 5. 5 af 5? 5 af 5. Þannig að það verður mjög líklega að það mun byggjast upp reviews og fleira á þessu sem bara gott, sérstaklega fyrir iðnaðarmenn. Maður er alltaf að heyra sömu ljótu sögurnar að píparinn er ekki búin að svara þér í 9 mánuði og svo er hann brjálaður yfir að hafa ekki fengið borgað. Það er eitthvað með pípara. Já, rafvirkja og fleiri sko. Þetta er sérstaklega slæmt með píparana. Það er engin nýliðun. Talaðu fyrir sjálf að það er engin nýliðun hjá pípurum, það er bara þannig og það er bara fucking brjálað að gera. Það er bara ég þekki dæmi að menn eru farið bara hend út bara einhverju ridiculous upphæðin bara ef þú vilt fá mig, þú veist, það var þetta bara prísið. Já, rétt. Svo er líka sko, var ástand hún í vikunni því ég held að 40 frekar heldur en 90 píparar voru í Grindavík á miðvikudaginn út af því að sló út öllum húsunum, þú veist að fara í eitthvað að píparast. Þannig að það hefur bara verið skortur í Reykjavík á meðan. En Giggo, tjekkja á þessu. Það er mitt. Algjörlega, þetta er stór skemmtilegt og ég fagna þessari komu. Er þetta kannski meira svona Fiverr á meðan að Húbla væri Upwork? Upwork finnst mér vera meira svona certified. Nei, ég myndi ekki, þú veist Fiverr byrjaði náttúrulega meira sem bara að kosta bara allt. Öll tosk kosta $5. Já. Svo er það bara komið út í að vera eiginlega alveg nákvæmlega eins og Upwork. Nema á Fiverr finnur frekar sérfræðingin en á Upwork ertu meira að posta verkefninu og það er bitað í það sem er eiginlega eins og Giggo, þannig ég myndi segja að veri þetta er bara komið út í rugl. Já, þetta er komið út í rugl. Það er svo annað hérna Passa upp á börnin! Talandum að passa upp á börnin, ég veit ekki reiður fyrir, það hefur nú oft búið að góma hérna hjá okkur að sko það er alltaf að tala þessa útrýmingu reiðufjár og þetta er eiginlega orðið bara svona sérstaklega slæmt eða gott, þú veist, ég veit ekki að fyrir eftir hvaða pól fólk tekur á þetta í Svíþjóð, að það er bara nánast orðið rafrænt allt, sko
En núna sænska ríkisstjórnin að hún vill tryggja áfram verið hægt að nota reiðufé til að greiða fyrir helstu nauðsynjar. Þú veist, þetta allavega, þú veist, þetta eitt skref allavega tilbaka í þessari baráttu við að útrýma reiðufé. Ég heyrði nú viðtal við hann Gera Balda? Nei, Stefán Einar, sem hann var að tala þetta og mér finnst það, þú veist, þetta bara svona, ég veit ekki, paranoia annarkvort þetta paranoia eða bara mjög svona raunsætt bara að hugsa út í það, þú veist, ég vil ekki vera að láta trakka hver einustu færslu sem ég greiði, þú veist, bara vera að fylgjast með þér. Þú veist, að þunn lína þarna á milli, þú veist, gæðin eitthvað bilaður eða þetta ekki bara mjög eðlilegt að vil ekki láta einhversi að fylgjast með sér, fattar mig. Og ég velti þessu dálítið svona fyrir mig því að mér tæmlega séð alveg sama hvort að reiðufé degi út eða ekki, en þegar hann nefndi þetta, þá actually fór ég að hugsa bara svona auðvitað á að vera til einhver leið þar sem að ekki verið að trakka þú veist ég sammála, fyrir mér þetta bara prinsip að það ekki að banna þetta því að fólk á að geta nota reiðufé eins og kort annars ertu líka bara að stýra okkur í viðskipti við fyrirtæki sem að munu taka þóknanir af því sem við erum að gera algjörlega, þú veist, fyrir utan hennan vingil með að ríki muni bara vita allt en þú veist, það mjög auðvelt að henda á einhvern svona paranóju bara fyrir að tala svona sko. En þú veist, ég eiginlega þvert á móti sko. Þetta bara prinsip sko. Já, þetta bara prinsip og því að hvað kemur það, já, það skipt því þú veist já, en þú veist ég auðvitað maður að þú veist, auðvitað enginn að trakka bara eitthvað allt sem hún gerir sko. Þetta allt eitthvað skona meðaltöl og annað en bara prinsipsins vegna að geta bara átt einhver viðskipti á þessu, eins og þú segir, að vera beina þér í einhver aðra átt frekar en aðra sko. Þú veist, þetta fékk mig til að hugsa allavega en sko Svíar virðast vera eitthvað að stíga tilbaka í þessu allavega að greiða fyrir helstu nauðsynjar, ég veit nú ekki hvað flokka undir það en en hann bendir á það Niklas Vækman fjármálaráðherra Svía að hæfileikin til að nota reiðufé sé mikilvægur, sérstaklega að vera kreppa það nefnilega líka önnur umræða inn í þetta, ef að þú veist þú ert ekki nema tryggður nema fyrir hvað einhverjar tæpar 100.000 eurur eða eitthvað svoleiðis í banka sko, þannig að þú veist reiðufé alltaf, þó það sé nú ekki sérstaklega nýtsamlega leið til að geyma fjármagn, þú veist, upp á ávöxtun og annað að þá þetta samt getur verið mikilvægt fyrir fólk að geta átt reiðufé þegar verður einhvers konar krepputíð sko. Já, þetta bara margir pólar í þessu, þetta svona einokun alltaf slæm og þess vegna eru peningar aðhald við ráðunar færslur og ágætt að halda öllum á tánum. Já, ég segi það skemmtilegt ég með fleiri fréttir vissulega, vilt þú eitthvað, þú varst nú með einhverjum umfjöllun? Heyrðu, mér langar bara að koma með punkt fyrir hafið. Það ekki stress í hafinu, þeim gengur vel saltfisk, kroketturnar skarkólin, fólk farið að prófa eitthvað nýtt því að þú ert að bjóða vin í mat fiskur í matinn, krokett í forrétt skarkóli, þorskur taco einhvers staðar þarna líka já, fiskitakko, það að vera vinsælt, rækjur en, það vandamál hvað það stefnir í loðnubrest já, það nú ekkert nýtt á nálinni svo sem nei, en sko, loðnufréttir eru þessar það var núlmæling nú verður að sagða þar loðnufréttir sko, bara til að uppdæta fólk það fór út skip núna á mánudaginn og það má búast við niðurstöðum í næstu viku að með skilst, þeir eru fyrir vestan mæla, en mér langaði bara svona þess að reyfa áhrifin af loðnubrest fyrir samfélagið svona efnahagsleg áhrif bara já, bara svona nokkuð dæmi ég náttúrulega atvinnulegs á meðan sem ritstjóri loðnufrétta og ég vil þó taka fram að ég reyndar atvinnulegs ritstjóri loðnufrétta 9-10 mánuð ári þannig ég mun geta tekist á í fallið og ég ætla bara að tækla það eins og ríkisstarfsmaður ég búin ákveða að fara í frí og ef það kemur loðna þá verð ég bara í frí það bara þannig, það bara prinsippi 2024 lífum eins og ríkisstarfsmenn þú ert persónubrand já, svo eru hérna bara nokkuð dæmi eins og bara í Fjarðabyggð sem önnur stærsta held ég annars stærsti hafnarsjóðlandsins stærsta löndunarhofnin fyrir uppsjávarafurðir þau voru held ég svo finn ég ekki þessa tölu en ég með gamla tölu hérna inn í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár tekjur upp á held ég 300 milljónir af loðnuviðum ef það er loðnubrestur
fyrir hafnarsjóð eða sveitafélag að missa þessum pening, það dágott högg í ofanalag. Þá það náttúrulega bara þannig að þetta bara svona eitt egg í körfunni. Já, bara svona fyrst fyrir sveitafélagið, ofanalag sölufélagin og sölumenn hafa náttúrulega minna að selja, útgerðir minna að gera, sjómenn fá minni laun, vinnslufólk fær minni laun. Þetta mikil uppgrip að vera að vinna á vöktum alla nætur í heila mánuð. Og það var nú hérna fyrir einhverjum árum að ég manni að loðnuvinnslan var bara að fljúga öllum brottfluttum fáskursfinningum aftur heim til þess að klára geta unnið í loðnuvertíð. Já, þetta veldig magnað, þú veist, þetta náttúrulega gífuleg virðisköpun sem að eiga sér stað þarna. Það bara svo margt. Og keðjan svo löng, skilur virðiskeðjan í þessu. Netaverkstæði, þá minna hampiðan. Ég minna að þú ert að treyta. Ég ekki að segja verið að fara short, en það verður högg ef það ekki loðnu við það. Annað og stærra mál, ég tók saman og ég að skúpa þessu. Síðastliðin 7 ár þá krónan alltaf styrkst á kvartir 1 nema 2 ár. Það þau 2 ár sem voru loðnubrestur 2019-20. Það 1000 aðra hlutir sem spil inn í gengis mál með krónuna. En það má áætla að loðnan hafi gigantísk áhrif á krónuna upp á okkur menn sé að forward, short. Þetta þetta skemmtilegt research hjá þér sko. Svo var ég með hérna réttar tölur frá 2018 að þegar stemdi loðnubrest að launatekjur starfsmanna í sjávarútvegi lækkaði rúmlega 13% milli ára. Já. Segðu þetta aftur. Og þetta bara 1 mánuð, að sko lækka launatekjur starfsmanna í sjávarútvegi 13%. Þetta 2018 sko. En þá var tekið saman hvað myndi gerast ef það yrði loðnubrestu 2019 sem basically það sem við getum verið að horfa fram að núna. Svo tekið fram að þetta dregur úr fjárfestingum og þjónustukaupum og eins gætir áhrif á fasteignamarkaði. Það bara minna fjármagnu umferð sem sýnir bara keðjuverkurina af þessu. Já, ég meina að þú tökum bara dæmi búin að vera á uppsjáskipi síðastliðin kannski 2 ár, upplifa alveg svakalega loðnuvertíðir, gerir ráð fyrir, ég bara með 20-30 milljónir í bónus kannski, þeir sem hafa það best. Þú byrjar að hugsa, ég get keypt annað hús eða ég get keypt með sleða eða ekki. Ef að menn eru búin að gíra sig inn á þetta, þá áfall ákveðin svona framöndan, þannig að loðnuvertíð svona ákveðin góðæris vísbending. Buckle up, slökkvið í ljósin, Ísland, you're about to get fucked. Eða ekki, eða kemur loðna, þá náttúrulega bara góðsendið. Ég vil samt benda á að það hefur eins ræst hjá mér. Mínum menn í hafinu, þeir vildu koma að þessa. Já, algjörlega, við þökkum þeim kærlega fyrir það. En hérna, sko, ég vil benda á að það hefur ein ræst hjá mér. Það eldgos. Já, akkurat. Þannig að það hefur ræst leiðinda forsendum sko einstaklega sannspár. Já, þetta náttúrulega hræðilegir atburðir og maður veltir þessu fyrir sér, þú veist, þessu ástandi sem núna í gangi. Já. Ég hef reyndar ekki verið mikið involverar í þeirri umræðu, búið að vera mikið að gera hjá aðdanum, en þú veist, það verið að velta þessu fyrir sér hvort að ríki kaupi út fólk og þú veist, það alls konar útfærslur á þessu sko. Já. Þú með eitthvað hot take á þetta? Nei, bara ég búin að tala um nokkra Grindvíkinga og þessir einstaklingar sem eiga hús, þannig að maður getur ekki tala fyrir hönd allra, skilja ekki að hverju ríki ætti að fara að kaupa blokkin einhvers staðar. Þau vilja bara, þú veist, það frestar. Þetta hot take. Já, þú veist, eitt bara að hlusta á hvað Grindvíkinga segja og ég að hluta til sammálaðum. Af hverju ætti ríkið að fara að taka ákvörðun hvar á að kaupa hús handa þessu fólki? Auðvitað náttúrulega góðu vilji og allt það, en á móti bara skera fólk úr snurunni, kaupa þessi hús út, þá færa það aftur fjármagn og getur valið sér staðsetningu. Svo það kannski ekki rétt út frá lögum eða öðru. Nei, en svo veit maður bara ekki, þú veist, hvað að fara að gerast þarna. Ég meina, þetta gæti hafa verið bara eina. Já, en með hennan Sigdal sem í gegnum bæinn. Þú veist, að innviðir eru ónýtir og þetta alls konar vesen þarna. Já, en það sem ég hugsa bara núna verandorðin 2 barna faðir, þegar þessi maður hvarf ofan í hóluna, þá hugsa ég bara barnafólk hlýtur að vera búið að afskrifa núna, því að það hræðilegt að vita til þess að börnin get ekki leikið sérstaklega á staðin sem Grindavík sem friðsæll og börnin labba í skólan og hjóla heim, skilurðu. Þetta þannig staður sko, þau labba í skólan og hjóla heim. Þetta þannig staður. Nei, erfið staða, en eina sem maður getur bara beðið
að ríkið hysji upp sig og gera ekki einhver ákvörðun í óðagoti svo í COVID. Haldið í kommunistónum frá þessar ákvörðunatöku? Já, ekki vera með einhverja daglega upplýsingafundi. Var ekki fínt að fá þá? Já, við erum búin að vera að reikna áttur húsnæðismati. Nei, fyrir fólki í Grindavík, það er bara orðið þreytt á stöðunni. Já, algjörlega. Og þú veist, þetta mun náttúrulega valda, þú veist, þetta er bara risastór ákvörðun að taka, eða þú standa frammi fyrir því, sko. Hvernig verður staðið að þessu. Og þetta mun óneitanlega hafa áhrif bara á húsnæðismarkað. Já, og bara mjög margt óafturkræft líka eins og bara upp á atvinnu uppbyggingu þarna algjörlega. Og fyrirtæki, hvort það sjá þessi fært að koma aftur. Já, þetta er alveg katastrófist ástand, sko. Já. Heyrðu, ég var að slá á léttari strengi eða? Já, við erum ekki svona þáttur. Nei, ég er með söguna Stanley. Stanley, já. Já, þú ert nú svona mömmubloggara pælari eða ekki? Já, lítir endar í því. Spáir svona í hvað mömmubloggara er að brasa. Já, ok. Ég ætla að segja þér frá Stanley stálbrúsanum. Því að þú ert ekki stálbrúsa. Herðu, er þetta ekki þessi djöfull hérna? Nei, ekki þessi. Nei, þú ert með einhvern rándýran brúsa hérna. Sko, ég varð mömmubloggurum á bráð. Að sem sagt frúin fyrir að lepi upp úr einhverjum mömmubloggara. Að þetta, ég er sem sagt með einhvern svona nýjan brúsa sem ég sé núna allstar. Hann er úr gleri. Já, en þetta er náttúrulega svona gel utan. Ég skal bara selja þér þetta eins og mér var selt þetta. Þessi kostaði hvað, 15.000? Þetta á dýrt, þetta á 7.000 kallandi. Þetta er einhver glerflaska. Hún er klædd einhverju gummihulsu. Og svo er hérna eitthvað rör. Og svo salan var náttúrulega bara, þú drekkur meira vatn af þessu. Og það er náttúrulega bara rannsókn sem að enginn hefur ritrýnt. Því að ég veit ekkert hvort ég drekki meira eða minna. En keyptu þessi brúsi. Ég er með sögu af öðrum brúsa. Er ekki skemmtilega að drekka vatn úr þessu? Jó, þú ert með alla frassana. Er frúin orðin þessum bloggara að bráða? Nei, ekki enn sko. Maður býður bara eftir því að ég reyndar fekk svona... Þegar þú ert búin að sjá þennan brúsa, þá getur ekki séð. Ég fekk vissulega svona kaffibrúsa eða svona sem heldur hitta. Hann reyndar alveg mýglegur sko. Ég ætla að fá hann endurgreiðan. Já, þá komið að Stanley stálbrúsuna. 106 ára gamalt fyrirtæki. Frá Bandaríkjunum 2019 þeir eru að velta $73 milljónir. Já. Skrifa þetta hjá þér. Já, ég er að glósa. Við lausreiknum það í 10 milljarðar króna. Þetta er bara successful dæmi. Þeir eru að selja þessa hentugu brúsa og stálkönnur. Já, ég sé þess að vera. Þetta er falleg vara. Markkópurinn 98% kallmenn. Er það? Ef þú ferðin á heimasíðuna 2019 þá gengur öll markasetning út á gæja hérna á veiðum eða camping eða eitthvað svona. Þetta er doldið þannig sko. Já, þetta var bara svona basic bitch hittabrúsi. 2020 hér víkur sögun til Utah þar sem 3 svona mömmubloggara vibe basic bitches fóru að promóta þessa vöru. Árið hvað segirðu? 2020, já. Sem var ekkert að seljast svakalega vel. Og sem sagt þessi mömmublogarar voru með The Buy Guide. Og ég hugsa að þetta sé svona eins og Trendnet. Já. Er það? Trendnet er svona aðeins víðara sko, það er tíska og svona og líka og... Já, þetta er sama, farða á Buy Guide. Þetta er svona mömmubloggarar að mæla með hvað átt að kaupa og ekki. Sko, Stanley eru að fara Buy Guide. Þetta verður ekki meira sko... Ég keypti kauplistin. Markasnitað nafn. Keypti kauplistin.is fyrir okkur. Hér fyrir við að mæla með... Herru, aftur á sögunni, þetta er svo kallega Quenser. Þetta er vara sem er að seljast hræðilega innan Stanley og þau eru að hugsa að fara offloatinni, sem bara losa sig við hana. Kauplistin er laust, já, takk til þetta. Sko, mömmurnar í Utah voru svo hrifnar af þessari vöru út af því að hún var með handfangi og svo er hún svona niður og við, ekki síð, heldur svona... Já, svona, ég veit hvað þú meinar, ég sé þetta. Eins og pera eða eitthvað. Og það passar á milli sætana í bílinn hjá þér. Og þetta var svo þægilegt því að þær voru svona go to moms. En á móti þá var það þannig að Stanley hafði aldrei búið til ambassador eða influencer program. Þannig að hér eru 2 sögur. Þær ákveða að safna í púk og kaupa 10.000 brúsa á hrakvirði af Stanley. Út af því að þær voru svo hrifnar af þessu. Þær hefðu svo mikla trú að getur selt þetta og það var ekki ambassadorprogram. Þannig að þær bara keyptu bara lager, leggi púk, kaupa 10.000 Quensera. Veistu hvað þau voru lengi að selja 10.000 stykki? Nei. Giskaði dögum. Ég ætla að segja bara hálfan dag. 4 daga. Ok.
að það enda mjög gott samt, sem gerði það að verkum en voru þær voru búin að vera að auglýsa þetta nei, þær bara áttu þessa brúsa voru bara ekki, þetta er snill okay, svo er bara einhver lager af þessu að selja stíla og þetta er einhver hrakviri þær heyri í Stanley do you don't deal, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég fæ á netinu chillið maður heyrðu, kaupa 10 stykki, selja svo fann ég aðra sögur sem segir að þær hafa keypt 5.000 og selta bara strax upp þannig að þú veist, do you don't deal en við þetta vaknar einhver hjá Stanley og áttar sig á því, heyrðu markkópurinn okkar er ekki bara kallar hann er einhverja konur í Utah sem fíl okkur hann fer á fullt, hann býr til affiliate program influencer program og feedback svona síðu, þannig að þú getur farið að koma með feedback á vöruna 1, 2 og 3 í því eru litirnir það bara hætti að vera með þessa kamo brúsa og þetta er allt bara fyrir einhverja hrúta og punga og gæja sem hata hagfræðinga og hrútskýra og gaslýsa og þeir taka þetta til sín fara að búa til fullt af nýjum litum taka myndir af mömmum, taka myndir af börnum 2021 er flott ár hjá Stanley $194 million í veltu á 2 árum þeir eru basically búin að tvöfalda reksturinn svo er 2022 sigla Ligna-sjó í stöðum vexti þá kemur 2023 að það gerist svolítið ég með frétt frá 2022 sem stendur 150.000 manns á biðlista eftir Stanley já, það er ok, þau eru ekki að sigla Ligna-sjó þau eru bara í öldusjó já, eru bara í vaxtafasa en það gerist 2023 og þetta er seint 2023 ég held að þetta sé í nóvember það brennur bíl í Bandaríkjunum það er bara núna fyrir 2 mánuðum og sagan er þessi, það brennur bíl í Bandaríkjunum mamman sem átti bílinn sem slapp blessunlega lifandi úr þessu ógeðslega slísi tekur myndband til hún lappar inn í bílinn hvað situr þarna á milli sætana Stanley hann haggaðist ekki það brann allt inn í bílnum nema þessi Stanley röri reyndar bráðnaði og brann hún opna brúsan og það er ennþá klaki nei hann er Stanley það er reyndar biluð og þetta var einhver óháður aðili væntanlega. Já, þetta er bara eina af þessum go-to mömmubloggara manns heyrðu, Quinsirinn óhreyðu milli sætana, röri bránað þetta fór væral, ég held þetta að náð 84 million views á viku eða það er total Herðu, ég verði eiginlega leiðrétta þetta er 2022 22? Já, þetta er 23 Já, og þetta 23 er árið sem springur út af þessu Já Sko, þetta var bara grein hérna á MBL að komi 150.000 manns að biðlista eftir þessari flösku TikTokið fekk einhverja 11 miljón áhorf á þessum tíma þú veist, örgulega meira í dag Já, ég sé hérna að sé komið 83 miljón views framkvæmdastjóri Stanley sem er bara einhver gamall hólkur hann sá leik á borði hann sendir henni slatta af nýjum brúsum og einhverju merch frá Stanley býðst til að borga henni nýjan bíl það fyrir líka væral þannig að það er allir bara wow, elska henni gæja veltan 2023 $750 million Nei, 2023 Er það? Já, núna 23 og þetta gerist í nóvember 22 allt þetta hafari hérna að það var að koma tölur að þau hafi velt $750 million 2023 Shit, það er svakalegt Þetta er 100 ára gamall brúsi Quinsirinn reyndar aðeins yngri Þetta er bara fyrirtæki sem búið að vera bara búið að malla bara svona, jafnvel eitthvað fjölskyldufyrirtæki bara Já, og það eru núna eins og ég held að það hafi verið divafið einhver var með sögu sko þegar krakkar voru að mæta núna í skólan eftir jól og voru að mæta með fake Stanley Cup sem að, þú veist, einhverja tækifæris mömmur ætlaði að spara sér pening því þetta er ekkert ódýr vara Það hefur verið að leggja þau í einelti því miður Jesus. Bara, þetta er bara orðið eitthvað algjört statussymbol Þetta kostar 10 skall á Íslandi núna Já, er þetta á Íslandi? Hver er með Stanley Cup á Íslandi? ORG Reykjavík ORG Reykjavík.is og hendum sjátátið þangað Já, bara þau veit ekki hvað er að koma til þeirra sko. Ef þið farin á Trendnet og ná mömmubloggunum Elko líka með þetta Heyrðu, svo var einhverja sögur eins og alltaf einhver ákveðni brúsar að seljast á 4 herra verð á eBay og eftirspurninu og allt það Nú er ég með spurningu handa þér, ég veit ekki hvort þú hafir done the deal en hvernig I usually don't Did you do the deal? I usually don't Hvernig voru þið búin undir þetta bara varandi innviði sko, bara framleiðslu getu og annað ég meina það er allan 150.000 manns á biðlista hérna Hvernig, þekkirðu það eitthvað? Nei, ég hugsaði mitt sama Þegar svona fyrirtæki lendir í svona það er bara, það getur farið á haus þú veist, það getur bara gert út af við fyrirtæki Já, ég er sammála, en það sem ég hugsaði mitt var líka bara þeir eru búin að vera í þessu 100 ár
það ekki eins og þau séu bara með Jón og Gunnu inn í einhverju vöruhús að gera þetta. Þeir hljóta að vera bara með verksmiður sem er skalanlegar sem er ekkert að finna upp hjólið. Þetta er ekki eins og Rannís að setja pening í einhver verkefni sem eiga að verða að keri sér eftir 15 ár. Þetta er bara gæra að selja bolla sko. Þetta er unreal. Heyrðu, með datt í hug. Þetta er stórmerkilegt. Ég elskar svona sögur sko. Já, ég fór aðeins að hugsa. Já, þetta er líka bara svona, þetta er vara sem er falling out of favor og það er búið að selja hana fyrir tæplega 100 milljarða núna 3 ára setna það segir ekki, nei $750 million já, shit man. Það er ekki 100 100 milljarði dollara sko, þar mann aðeins til að hugsa hvaða vörur sem eru falling out of favor í dag er mögulega að vera að markasetja til rangs hóps hugsaður eitthvað að það? Nei, sögum við 100 milljónir dollara Þetta var $73 million fyrst, það er 10 milljarðar. Ég veit að, sko, þú ert að segja að það er búið að selja þetta fyrir 700 og eitthvað. $50 million. Já, næstu $1 miljard dollara, eða þú veist, já, þetta eru 100 milljarðir íslenska. Ég sagði bara til að leiða þetta. Já. Ég meina, krakkar, opnið Excel-in og fór ekki reiknið þetta sjálf eða þeir óreð, sko. Þú veist, það er ekkert alltaf að fá heila blóðfall þegar við förum að reikna í beinni þetta er alveg nóg erfitt fyrir okkur sko. Það er bara í Excel. Vitið þið hvað er mikið pressa að vera fyrir aftan á mikrofón? Heyrðu, sko, ég fór að hugsa ertu með dæmi af einhverju? Sko, fyrir mér er þetta eiginlega innstæmi einhver, það er einhver vara sem er búin að vera í 100 ár bara búin að malla og springur svo út skilja, þú veist, þetta er auðvitað ekki innstæmi en ég man ekki eftir öðru svona dæmi sko. Mér dettur í hug Crocs, það er vist eitthvað svakalegt í gangi þar. Er það svo gamalt? Já, ég veit ekki bara... Við erum að tala 100 ár sko. Þetta hefur lifað af 2 heimsstyrjaldir sko. Já, en ég heyri þetta oft í gufunni og svona fleira dæmi sem ég hugsaði Veist af hverju 8 feilaði Þú veist, menn eru oft í gufunni Ég veit nákvæmlega hverju það feilaði Já, þú veist, menn eru að benda á þig eða plóterinn eða nökkva Og ég hef alltaf verið að segja Þeir feiluðu því þeir gleymdu mömmunum Já, kannski Það er svona leksjan í úr þessu sko Eða þú ert með vöru sem er að feila Fókus á mömmunar núna þú veist, það er náttúrulega brjálæðislega gott markastofn. Ég er ekki með Stanleyin í hendinni Ég er með einhverja fokkin glerkrukku klædda í gummihulsu sem að mömmunar eru búin að keyra í gegn sko. Hvað fleira getum við? Ertu ósammála sem áttuna? Það er bara að herja aðeins á mömmunar Já, ég held að, sko, við vorum alveg með mömmumarkhóp sko, að náttúrulega börnin voru óði í þetta það má ekki gleyma því og það var alveg mömmu markhópur sko, en við vorum nú ekki þú veist, við vorum að auglýsa fyrir aðra við vorum á hinum enda, við vorum á þeim enda þannig að það hefur verið skrítið að fara að kaupa auglýsingar á einhverju mömmuflóki en ég veit nákvæmlega okkur þetta feilaði en það er nú bara saga sem verður sögð síðar Já Ég verði í gufunni hvert einast skipti er að menna að spá í þessu Hvað er svona vara? Djúvill væri gaman að vita Mér var að hugsa til Opal Opal er svona að verða pínu boring samt gott Hvort að það muni einhvern tímann springa út aftur eftir 100 ár Já, bara nýtt branding, alla mömmu með Opal á milli sem sætana ekki það sem þú varst að hugsa Nei Hvað fleira? Ég veit ekki Nei, ég er tómur á þessu sko Já, þetta fær fólk til að hugsa Já, ekki spurning Opniði messengerinn og sendi okkur eitthvað skemmtilegt Já, ég þakka fyrir þetta var í boði vantilega Jónfrúnar Já, Jakob vill vita af öllum svona sögum Hann er kannski að fara að selja Stanley brúsa hérna á næstunni hver veit En nýtt ár, nýtt tækifæri nýr viðskiptasamningar Já Þetta gerur allt, þetta er allt eitthvað sem á við jómuna Það er líka fyrir þá sem eru alveg á síðasta séns, miðlarar og aðri í bönkunum að við erum alltaf fullir að sækja á föstum sem við erum sjálfsögðu tölum gegn Ábyrgir að það er einhvern veginn meira accepted að mæta á 50 og jómina og drekka sér fullan en sækja ekki en það er meira accepted en algjörlega því að þá getur við unnið upp helgina fara í íþróttaskólan eða eitthvað svona laugardegi ég er ekki að segja Jóman gúttir í þetta en þeir sjá tækifæri í þessu fyrir miðlarana að nýta 50 dagana betur. 50 dagarnir eru doldið svona djamdagar miðlarana sko. Og þá er Jóman náttúrulega fullkominn áfangastaður og við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Mikill heiður. Rauðspruttan, rækjupíramindin. Það er eitt. Ég held að það hefur hægt að gera rækjur trending aftur. Make shrimps great again. Já, ef það væri einhver mömmublokkari sem var endalist að elda rækjur. Ég fæ mér alltaf rækjukostelinn andan sko. Það er minn uppáhalds og timbraðmaðurinn. Það er bara að blanda hálft og hálft.
Herðu, Carlsberg talandum danska hefð, Carlsberg 0% við sólgrum honum í okkur. Jú. Hérna, alltaf 3 fyrir tökur. Róa taugarnar fyrir allt bakklasis við tökum á milli þátta. Allt vænt sem vel grænt. Takk fyrir það, Carlsberg, því standið með umdildasta fjármálahlaðvarp í landsins. Já. Og umdeldur bjór. Já, ha. Heldur betur. Já, það er bara, það er jákvætt fyrir mér. Já. Gott að vera umdeldur. Sérstaklega 0%. Já. Þannig það. Já, 0% bjórinn. Já, hann er umdeldur. Grípur, já. Herðu, við erum nú með fleiri fréttir hérna. Sko, við vorum náttúrulega líka með það að sko, það er stór frétt líka sko fyrir Apple, þrátt fyrir að þau hafi haft undir gegn Microsoft núna nýlega á markaðnum, eða í markaðsvirði, þeir eru komnir fram úr hérna Samsung í hlutdeild og ég man ekki hvort ég hafi gert það, ég ætla alltaf að gera að vera með hérna söguna á þessu. Það hafa náttúrulega verið að berjast á þessum snjallsímum. Já, í seldum símum. Já. En það er ágætt að taka fram að þetta er samkvæmt greiningu einhvers ráðgjafa fyrirtæki sem trakkar þetta. Já. Þetta er ekki official sölutölu frá Apple eða Samsung. Já, nú er ég að lendi, ég finn ekki fréttina sko, sem eru þetta ekki vel. Ekki stuðlað upplýsingaóriðu. Það er í guðana bara. En þú veist, ég vildi bara svona koma inn á þetta með Apple að það eru líka góði dagar framöndan þar sko. Já. Ekki það að ég sé einhver talsmaður þeirra en þau eru allan að gera vel þarna. Ég heyrði það matabóðum daginn, hann var einhver eldri kona, hann var upplýsingaóriðu stuðlað og bara 2 guttar í menntaskóla, þeir svæðu hana bara. Bara tóku tjókað hana og konum með nóg. Bara lögðu hana í súpuna. Mitt, sko. En herðu, svo er önnur hérna, ég ætla að segja fyrirsögnuna og þú ætla að giska hvaða fyrirtæki. Eða hvaða merki þetta er. Okay. Notkunin margfaldast á 5 árum. Þetta er eitthvað tengt ríkinu. Þú ert búin að vera með þetta svona dálítið á heilunum undanfarið? Ég? Já, er þetta, ég veit það ekki. Jú, byrjar á O, eða O. Opal? Nei, Ozempic. Ozempic, já. Ég er búin að vera með það á heilan. Það var að koma, þú ert alltaf að henda eitthvað Ozempic þetta, en við erum alltaf rætt það líka. Og sko, segir hérna í frétt frá MBL að sko að kostnaður ríkisins vegna Ozempic jókst 60% milli ára. Og kostnaður ríkisins? Já, Sigur H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, hann er að tala hérna þróun sem hefur sést á Ozempic hérna á Íslandi. Já, þau náttúrulega kaupið inn og endurselja þetta ekki í gegnum. Við sjáum hérna, ef við horfum á tölunar hvernig einstaklingum hefur fjölgað sem fara á þessi lyf, finnst okkur ólíklegt að það geti eingöngu skýrt að fjölgun sykursýkisjúklinga. Takturinn er miklu meir en svo. Þessi tölfræðigögn sem við höfum veita okkur vísbendingar að það sé verið að nota þessi lyf fyrir fólk sem er ekki með sykursýki. Sherlock Þekkir svo marga Spilta sem er á þessu Sko, notkun lyfsins hér á landi sem við erum heim hefur margfaldast á undanförnum árum. Á síðasta ári fengur 9.020 manns lyfið uppáskrifað. Til samanburðar fengur 5.595 manns lyfið uppáskrifað árið áður. Þannig að þetta er nánast ekki alveg búið að tvöfaldast en svona sko 70-80% upp. Og jóks kostnaði við greiðslu þáttöku ríkisins 60%, það er greiðslu þáttöka ríkisins, þú veist, náttúrulega niðurgreiða lyf. Og hérna, þannig að það er búið að aukast 60% á milli 22 og 23, sko. En eru við þá niðurgreiðar lyfið fyrir fólk sem er ekki með sykursýki og er að taka það? Læknar virðast vera að skrifa upp á þetta bara fyrir hvern sem er, sko. Þetta er náttúrulega fyrir þá sem ekki vita notað í, sko, ég fekk sendingu það eftir að við ræddum þetta, að þetta væri einhvers konar líka, þeir eru farnir að breyta þessu í offitulyf líka, sko. Þannig að það virðist vera ramminn sem að læknarnir eru að vinna eftir, sko. En svo veit ég fullt af fólki sem er ekki að glíma við offitu og hefur notað þetta, sko. Þannig að ekki fullt af fólki, ég veit alveg fólk sem hefur notað þetta sem er bara rétti við kjörþyngd einhvern veginn, sko. Maður þarf nú aðeins að passa sig, læknarnir ráðnir eins og líparnir, sko. Þú mátt ekki tala um það og það má ekki nefna staf slæmt. Og þá ertu komið læknarna baki, sko, læknar fyrir stöðnun. Þeir eru væntanlega að vinna innan einhvers ramma, skilurðu, og ég veit ekki hvort það sé verið að taka stuðlinn, hvað heitir hann líkamstuðlinn,
BMI stöðlinn og þú veist, ég í ofþyngd í BMI, skilur ég obese samkvæmt BMI og ég var einu sinni bara highly obese, þú veist, þannig að það kannski eitthvað þannig sem að læknar þurfa að fara eftir. Þess vegna fór ég að borða eftir fæðupíramída landlæknis og því obese samkvæmt BMI. Hann ekki, ætlar að fara að ræða hann eitthvað hérna, ætlar að upp á móti líbónum? Nei, líparnir eitt. Nei, ég að segja ekki hjóli læknana Nei, lækna lípar og svona. Herðu, hérna þetta einmitt stórmerkilegt, maður velti fyrir sér hvort það verði einhver inngrip inn í þetta. Það verður bara framtíðin eina að leiðiljós. Herðu, svo verður hérna metnýting í Ég heyrði að því, ég þekki manneskju sem var hérna, ég ætla bara að segja X á lækna þinginu, eða lækna dögum í vikunni og það var ekki hægt að labba þar án þess að það var einhver sölum að reyna að selja nýtt svona Ozempic sem basically bara sama lyf nema með einhverju öðru nafni. Jú, eða bara hérna staðkvæmda vara og það segir eitt þegar úr með sölum en að reyna að selja læknum þegar viðkomandi segir, ég er ekki læknir það bara, ok, þá hef ég ekkert við að segja þannig að það einhver mekanismi á baku það að þeir sem eru að promóta þessa vörur séu einhvern nátt að selja læknum það og því að læknarnir að mæla með einhver X ég þóri ekki að segja meira Nei, verði ekki það því ég fer mínu útlegið í næstu viku þannig að þá losni ég við mig. Herri, svo var hérna met upphæð í skattfrjálsnýting á séreignarsparnaði. Það voru 21,3 milljarðir greiddir inn á íbúðalán á fyrstu 11 mánuðum ársins 2023 sem í besta mál, þetta eru peningarnir okkar. Já, algjörlega, þú veist, við greiðum þetta. Þannig að hérna bara briljant, sko, ég er ekkert svo sem með neitt teika á það en mér veist bara sjálfsagt að fólk nýti sér þetta svona óþarflega flókna reglur samt í kringum þetta, sko, þarna með, þú veist, þetta annarkvort þarf að velja eitthvað svona fyrir tíman eða eftir tíman, þú veist, framtíðar séreigna hérna greiðslur, það velja eitthvað svona tímabil, sko, ég bara vil benda á það, ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Þetta er eitt af þessum tímabundnu úrræðum sem er ennþá í gangi. Já. Þetta er Ég fagnaði þessu, sko, eins og þú segir, réttilega, þetta eru peningarnir okkar. Ég myndi bara fagnaði að við fengjum að taka fleira á þessa leið úr þessu lípum en ég ætla ekki að segja meira. Fella niður skatt jafnvel eins og við rætum við að Valla Sport hérna. Hann verður hjá okkur, hann verður í áskriftinni hjá okkur eftir það er sko stórmerkilegt viðtal. Hann kemur í áskriftina von bráðar. Það er líka bara dæmum alveg aðhald. Hann var ekki sáttur með yfirferðin okkar á Pipar. Og hann kom bara og sagði okkur frá því. Já, hann er ekki hérna eitthvað baktala okkur út allan bæ og vera með eitthvað vesen. Málið er að Pipar, sko, hann viðurkenndi það, þeir eru nýbúin að fara í genið svona skipulagsbreytingar á rekstrinum, sko, á eignahaldinu. Þannig að hann sko skildi vel að við værum að rugglast á þessu. Sko við að skoða Pipar á þessum tímapunkti er eins og fullu ferðamaður að labba inn í þokun og Seyðisfirði í fyrst skipti. Þú ratar ekkert. Þú ert ekki að fara að rata inn í bæ, sko. Nei. Þetta er bara, þetta var erfitt. Þetta er stórmerkilegt viðtal, við hvetjum ykkur sjálfsögður að skrá okkur í viðtal á partus.is/pingjan strax í dag og þá fáið þennan þátt beint í æð. Að því sögðu langum mér að þakka Júsú kærlega fyrir samstarfið. Borgarar okkar kynslóðar. Rétt. Og ég vil enn og aftur hamra á þessum tilboðum sem þeir eru að bjóða. Þetta eru faldarperlur, það eru hádegistilboðarna, svo eru tilboð fyrir, sko, það eru tilboð fyrir, 2 sem er nú ekki, sko, það er ekkert sérlega algengt. Tilboð fyrir 2? Já, það eru, svo eru þriðjudagstilboðin. Það eru tilboð náttúrulega fyrir, sko, tilboð fyrir, fyrir 2, fyrir 4 og, maður sjá, sko, í rauninni fyrir fjölskyldu segja þér, en þetta eru svona, þú veist, 2 fullorðnir, 2 börn, 4 borgarar í rauninni. Þannig að hér er tilboð fyrir 2 á 5.000 kall, 2 borgarar, miðstæðar frönskum og 2 sósur eigin vali, sko, hér er bara verið að gefa þetta. Þannig að verið vakandi fyrir tilboðunum á Júsú, hádegistilboð, þriðjudagstilboð. Bara svo solid fjölskyldutilboð. Ef þið leiðist, farðu á Kúmen í Kringlunni, hentu krökkunum í besta barnasvæði landsins. Kúmein. Og klukkan 11:30, byrja dýragarðurinn hérna úr gamla skólanum þínum, að flæði yfir. Krakkar að fá sér Gatorade með hamborgara og hrista orkudrykki í vatn og eitthvað. Þetta er bara dýragarður. Og Kúmen, þetta er ekkert annað. Það auðgar upplifunina. Ekki spurning. Herðu, það var ein frétt sem ég rak svona augun í bara rétt í þessu, sko. Alfa Framtak er að fjárfesta í Tixli.
miðasil, þetta er gamla Tix. Já, við höfum rætta Sindri og OG-miði.is með Bjössa og Hrefna náttúrulega segfinningur. Það er verið að fjárfest í stálið þarna sko. Þetta er stál heiðalegt fólk. Síðan náttúrulega ennþá Tix.is. Já, Tixli er það ekki alþjóðlega? Jú. Já. En þetta áhugavert og Árni Jón veit þetta. Hann að fjárfest í austfirskum Hann fyrir austan. Nei, hann nú reyndar ekki Nei, hann bara með peningana þar. Já, þessi austfirsku áhrif sem inn í Tixli. Já, einmitt. Ég veit ekki. Hvað, líst þér ekkert á það? Jú, það er það bara stórkostlega fréttir sko. Já. Og náttúrulega sko er í 12 löndum. Þetta náttúrulega þetta heitir ennþá Tix hér sko. En þetta gífurleg þensla í gangi þarna og við fögnum þessu. Já. Spurningum að taka það fyrir einhvern tímann, samstæðuna. Já, væri gaman. Þau eru náttúrulega líka í miklu samstarfi við Dynout og öfugt, eins og við fórum yfir í Dynout þættinum, þar sem þarna eru tvö, hvað getur við sagt, svona fyrirtæki vexti, erlendu vexti, að teika saman, hönd í hönd. Já, ekki spurning. Lönd og strönd. Ætlum við ekki að fá Ingu? Jó, hún kemur. Það er eitthvað flakkað á henni. Inga Tinna, já, Dynout. Já, stórmerkilegu þáttur, fekk mikið viðbröð. Já. En nú aftur, inn á áskriftinni hjá okkur líka. En herðu, ég svona eiginlega bara tæmdur. Nei, herðu, skróla maður ekki fyrir. Ég alltaf bara svo hrættur að koma eitthvað upp á meðan við erum að taka. Já, það eru nú 2 nýjar ráðningar, það er ekki að gefa sjátt þarna. Já, maður sjá. Hafsteinn Hauksson yfir hagfræðingur Kviku. Það var bara detti núna. Já, hann var ekkert langt í að þú lendir í opinberlega munir smána hann eða hrútskýra fyrir honum. Ekki gera frekar en áður sko, en svo er Lilja Björk, nýriðumaður yfirlögfræðingur samtaka iðnaðarins. Já, verðum við ekki bara að gefa þeim klapp að vera komin í túnið. Svo var lenda einn sjóðheit starfsfólk í ferðaþjónustu hefur fjölgað 8%. Já. Það er ofta ágætis vísir á góðari. Já, á þenslu. Á þenslu, það er þensla í hagkerfinu. Já. Megum nú ekki svo sem hvað við því ekki bara lækka þessa vexti bara og jú, ég veit ekki. Já, þú veist, það er það sem menn gera til að halda velli. Til að halda velli eða halda á belli. Já, ég veit ekki. Það er ykkar ákveða. Heyrðum, ef við ekki að fara að segja þetta gott eða? Jú. Þetta er helgin, það sem ákveðnir halda velli og aðrir halda á belli. Já. Heyrðu, hvað segir við það? Eða ekki bara? Já, kannski slæmloka orð. Þetta er helgin, það sem vörumerkjastjórar fóru að hugsa til mömmubloggarna. Mömmubloggar are back. Já, bara hækkið vexti og bregðist við þenslunni. Mömmubloggarar are back. Herru, takk hérlega fyrir í dag. Bless.